Hver Kristur? Þetta þurfum við að tala sérstaklega um. Við sögðum frá því í fyrra myndbandi að Guð þríeinn. Hann ein guðleg vera en á sama tíma þrjár persónur, Faðir, Sonur og heilagur andi. Það þetta sem við köllum það að Guð sé þríeinn. Ein vera en þrjár persónur. Og við ætlum að tala um aðra persónuna, það að segja Son Guðs. Heilagur andi kom yfir Maríu og hún var þunguð og fæddi son. Það sonur Guðs og þar af leiðandi almáttugur Guð, en á sama tíma sonur Maríu venjulegur maður, Jesús frá Nasaret. Og við köllum þessa sameiningu Guðs og manns, köllum við holdtekju Guðs. Hann tók á sig hold og varð maður. Og við köllum hann Krist, við köllum hann Messias, við köllum hann Immanuel, Guð með oss. Guð kominn til jarðar og orðinn maður, hann með oss. Við köllum hann lausnarann, friðarhöfðingjan og ýmsum öðrum nöfnum sem skýra það hver hann Og þessi holdtekja endanleg. Kristur mun alltaf vera sonur Guðs og maður. Alltaf Guð og maður. Hann kominn til að vera með okkur eilíflega. Og Jesús óx upp í Galileu eins og venjulegu maður. Var unglingur og því næst maður. Og svo byrjaði hann að ferðast bæði í Galileu og Júdeu og kenndi orð Guðs. Og hann tók til sín lærisveina sem fylgdu honum og voru vitni allt það sem hann gerði. Hann læknaði sjúka, hann gerði mörg kraftaverk og mörg tákn og hann kenndi sem sagt Guð. Og fyrir allt þetta var hann dæmdur til dauða og krossfestur og lét þar lífið sitt okkar vegna. Svo steig hann niður til heljar, en á þriðja degi þá kom hann út úr gröfinni lifandi. Hann reis upp frá dauðum og sýndi sig bæði lærisveinum sínum og öðrum, að minnstakosti 500 manns, yfir þetta 40 daga skeið. Og allir þessir, bæði postularnir 12 og allir hinir, voru lifandi vitnisburður það að Jesús hefði risið upp frá dauðum. Og þannig sýndi hann meðal annars hver hann að hann virkilega bæði maður og Guð. En eftir 40 dagana þá steig Jesús upp til himna og settist við hægri hönd Guðs föður almáttugs. Það þýðir að Jesús í stöðu valdhafans. Það þýðir að Jesú gefið allt vald á himni og á jörðu, eins og við lesum í Mattheusar Guðspjalli í 28. kafla og í 18. versi. Að lokum mun þessi sami Jesús koma aftur á efsta degi og þá munu allir menn sem dánir munu rísa upp úr gröfum sínum og þurfa að standa frammi fyrir Jesú og gera skil á lífi sínu og hann mun dæma þá annaðhvort til dauða, til eilífrar glötunar eða til eilífs lífs. Og það þeir sem hafa treyst Jesú til þess að taka á sig syndir þeirra, til þess að gera upp fyrir líf þeirra. Það þeir sem mun dæma til eilífs lífs. Þannig að þetta verk Jesú Krists. Það það að hann fyrirgefur okkur syndirnar okkar, hann gerir upp fyrir okkur og hann gerði það með lífi sínu og dauða og opnaði með uppreisn sinni leiðina til eilífs lífs.